Stödd með Trausta og Denna. Hérna ýmislegt í gangi annað kvöld, það ekki? Jú, það er heilmikið dagskrá hér sem að við svona gerum okkur væntingar að verði bæði mjög fróðleg og skemmtileg fyrir áhorfendur. Denni, þú ert komið frá Svíþjóð til að taka þátt í þessu og fyrst og fremst töltfimmunni. Það mikið hjartans mál fyrir þig, er það ekki? Töltfimmi. Jú, það er það. Ég las töltfimmi fyrir rúm ári síðan í Hestablaðinu, held ég hafi verið. Og fannst þetta mjög athyglisverð ný keppnisgrein og held að það geti höfðað til margra af okkur og hafði samband við Trausta og þá var hann einn af aðalmönnunum hérna á Íslandi sem voru að vinna í þessu og við ákveðum það að ég sagði þeim sem var vinna við töltfimmuna hérna ég hefði ákveðið að taka þátt í því starfi og þeim leist vel á það og við ákveðum að við myndum stofna félag þetta í Svíþjóð og hafa þetta meira alþjóðlegt og þar kom nafnið Töltin Harmony sem alþjóðanafni fyrir töltfimmi og svo ákveðum að við myndum vinna sjálfstætt í þeirri grúpu sem var stofnuð þar og Íslendingar fyrir sig og svo myndum við synkronisera það sem við kemum út úr þessu og það má segja að það sé það sem komið núna Töltin Harmony það prógram sem við ætlum að sýna hérna. Og hver kveikjan af þessu Trausti? Koma með nýja keppnisgrein, hvað hrinti ykkur út í þetta verkefni? Það var náttúrulega í rauninni áhugi og metnaður Einis Aðalsteinssonar fyrir hönd íslenska hestsins. Hann langaði til þess að hann sá fyrir sér einhverja nýja töltkeppni þar sem að myndi kannski reyna meira á samspil manns og hess og meira kannski lagt upp úr að hesturinn væri almennilega þjálfaður og undirbúinn og gæti það væri hægt að keppa á honum án þess að hafa stuðning af einhverri braut og inn á miðju gólfi og svo framvegis og svo náttúrulega líka Einir hann lagði mikla áherslu á það að hesturinn geti verið sjálfberandi að það þyrfti ekki að halda honum uppi að taumsambandi verið létt og mjúkt og þetta náttúrulega heillandi hugmyndir og þetta náttúrulega draumur okkar allra hestamanna hlýtur að vera og Einir hann var náttúrulega hann var í miðju kafi að búa til viðtal með Jens Einarssoni. Jens Einarsson var að skrifa viðtal við Eini þegar hann síðan féll frá og þá var því starfi ekki lokið og Jens hann hafði samband við mig og Benna Líndal og sá frá því að Einir að vera að tala þessa mjög spennandi hugmynd og hvort að þetta væri kannski eitthvað sem maður geti verið sniðugt að halda áfram að vinna með og okkur fannst það báðum vera mjög spennandi og það var reynda fljótt að það skeiði nokkur hratt að það óx þessi hópur hann óx að vöxtum og hér á landi og við vorum orðin einhver 20 manns sjálfsagt sem vorum að hittast af og til og prófa og leika okkur með þessu hugmynd og reyna að móta hana aðeins og það í rauninni þegar það starfa búið að vara í kannski tæpt ár að þá í rauninni koma Svíar með sín áhuga, Benni með að hjálpa til og það sem hann var að lýsa rétt á hann skeiði þannig í framhald af því. Og hvernig hafa bæði knapar annars vegar og áhorfendur tekið í töltfimmuna? Finnið þið fyrir vaxandi áhuga á henni? Vill fólk keppa í henni og áhorfendur spenntir? Hvernig Já, það ég myndi segja áhuginn er mjög stór og þetta til núna 3 prógram, 3 erfiðleikastig og það ekki minnst fólk sem styttra komið í sinni reiðmennsku sem hefur óbúslega mikinn áhuga
og síðan að við stofnum þetta félag sem heitir Töltin Harmony, þá við erum eiginlega búin að vera með vaxtarverk síðan við byrjuðum sko, og það sem einna brýnast nú er að það verði bara haldin fleiri mót og við þurfum að sjá betur hvernig þetta virkar í praktík sko, og til þess að geta gert úttekt á því hvað þarf að breyta, hvað þarf að betrumbæta og svo framvegis. Og við erum komið með núna 7 manna nefnd sem svona þróunanemnd og með marga góða menn með þar, meðal annars Trausti og ég og Eyjólfur Ísólfsson, Jóhann Skúlason, Þorvaldur Árni Þorvaldsson og Ía Lindton, og við ætlum að hitta svo á allavega einu sinni ári eftir hvert keppnistímabil og gera svona svolítið úttekt á því hvernig þetta virkar í veruleikanum. Og Trausti, þú ert búin að vera skipuleggja þetta á fullu, síminn stoppar ekki. Hvað eigum við vona að sjá hérna á morgun? Þetta hafa búið að fá flotta knapa í þetta verkefni? Já, það þetta móti nú svona, sko ennþá, ég vil nú kannski taka það fram, að ennþá þetta í rauninni bara hugmynd, sko, sem að svona komin þó nokkuð langt á þróunarbrautinni, en er rauninni ekki orðið keppnisgrein ennþá, þannig laga, sko, heyrir ekki undir 1-1. Nei. En það er mikill áhugi eins og Denni var að segja og vaxandi áhugi á hugmyndinni. Nú, það sem við ætlum að gera hér náttúrulega svona í fyrsta skipti að þó að hafi verið keppt aðeins í töltfimi, við erum mjög ánægðir með það að hestamannafélagið Geysir skuli hafa verið svona framsýnt og lét keppa í þessu eða notaði þessi keppnisgrein í fyrra og aftur núna í heitir ekki Hófadínur mótaröðin, já. Og við erum mjög ánægðir með það en nú langaði okkur til þess að búa til viðburð þar sem að yrðu tryggð svona ákveðin eftirvænting og ákveðin gæði og buðum þess svona til leiks nokkrum knöppum sem í fremstu röð og þeir eru mjög, ég ómsalega ánægð, þetta var Siggi Sig sem var að reyna að hringja mig hvað er þetta annar? Er hann ekki æfa sig? Það í rauninni, sko, það bara alveg típist, sko, fyrir, sko, menn ég hafa mikinn áhuga, ég mjög spenntur fyrir þessu. Já. Og hvar sjáu þið töltfimuna eftir 5 ár, 10 ár? Það er ómögulegt að segja. Það sko, hugmyndin náttúrulega fyrst og næst við erum búin að leggja töluvert mikla vinnu í þessa hugmynd, fyrst og fremst með það markmiði að vekja umræðu reiðmennsku og hvort að, þú veist, hvort að við séum nákvæmlega eins og við viljum vera eða hvort okkur finnst við þurfa eitthvað að breyta og þróa reiðmennskuna svona dálítið áfram og þannig það er eiginlega ekki gott að segja. Hins vegar þá veit maður svo sem það hefur komið til tals meðal samtakanna hafa rætt þetta sín á milli og finnst þetta áhugavert og þeir munu örugglega bara fylgjast með því sem við erum að gera og vonandi af áhuga og þá er ómögulegt að segja. Já, framtíðin björt. Já, bara, þú veist. Í framtíðinu þá sjáum við fyrir okkur að prógramið verði riðið svipað og í dag, fast prógram og svo verði úrslitin, þetta er hugmynd sem er fyrir framtíðina, að úrslitin verði svo meira frjálst að maður leggja upp prógram eftir eigin höfði og svo er þetta sem sagt hugsað að maður dæmir þetta þrjú erfiðleikastig og það er dæmt eftir hinn svo kallaða þjálfunarstiga og í erfiðleikastigi 1 að þá er bara tekið tillit til 3 fyrstu stigana af þessum 6 stigum í þjálfunarstiganum og í prógrami 2 sem það verður riðið keppnin hérna í annað kvöld verður riðið eftir erfiðleikastigi 2 og þá er tekið tillit til 5 af 6 stigum þjálfunarstigans. Svo er til eitt prógram sem er 3. prógrami þar sem er tekið öll stigin og við reknum að þetta verði Töltin Harmony verði kannski þróist í að verða bara Riding in Harmony að við sjáum fyrir okkur að það er náttúrulega hægt að ríða 4 gangi Harmony alveg og það er hægt að ríða Töltin Harmony. Já,
Þannig að þetta getur verið uppfært hlutlega þegar fólk búin á fullu tökum á þessu. Já, örugglega. Það sem kannski sko í sambandi við það sko ef það yrði farið að prófa að ríða fjórgang á þessum reiðleiðum með sömu prinsip í huga að það geti náttúrulega verið alveg ofsalega bæði áhorfendavænt og skemmtileg keppnisgrein og skemmtileg sýning. Ég vil kannski aðeins koma að því semst að í rauninni að þá má segja sko að Töltin Harmony sé í rauninni miklu meira bara prófsteinn á það hvernig hesturinn þjálfaður. Meira þjálfunar keppni og þjálfun keppni í þjálfun. Já. Þannig að þetta sem að við svona aðal innihald þess sem við erum að gera, það að reyna að hafa kannski áhrif á breytt hugafar. Þannig að þarna hesturinn ekki aðalhlutverki heldur knapinn. Það reiðmennskukeppni, þjálfunarkeppni. Já. Samspilið í fókus. En á morgun þá ekki bara töltfimi, það líka þetta viðburður á vegum félags tamningamanna ekki og meira fyrir fólk að sækjast í morgun ekki. Viðburðurinn náttúrulega á vegum Icelandic Horse Expo og félag tamningamanna fengið til þess að skaffa hér fólk sem að vera með sýnikennslur og það meðal annars einn ungur tamningamaður sem að kemur og verður með sýnikennslu í það sem að þemað verður svolítið þjálfunarstiginn sem að náttúrulega tengist bara beintenging yfir í það sem við síðan erum með töltvimina og þannig að þetta verður það eru 2 eða 3 sýnikennslur og síðan keppni 10 knappa í töltvimi og þannig ég held þetta aðeins öðruvísi, við vitum það og við vonum bara að við skynjum það að þetta falli í góða jarðveg. Við bara mætum á morgun og öll sem viljum kynna okkur góða reiðmennsku og læra. Gangi ykkur bara vel og takk fyrir spjallið. Takk svo. Takk.